Jæja. Já, góða kvöldið. Við erum mætt inn í Egilshöll og við heimaleik Fjölnis á móti SR. Ég heiti Karen. Ég heiti Baldur og við ætlum að vera með ykkur hérna í kvöld til að lýsa þessum, já bara, við vonum að við fáum skemmtilega leikinn og það lítur allt út fyrir það. Fjölnis á móti SR, vilja kynna liðið SR í marki og flótti Andrea Bakki númer 21 Paula Kristján númer 5 Inga númer 13 Sara númer 16 Ragnhildur númer 7 Alessandra númer 29 Gunnborg, númer 19 Bríett, númer 8 Dagný, númer 10 Arna, númer 27 Alísa, númer 23 Fredrika, númer 3 Marásó, númer 6 Emily, númer 15 Kristi, númer 62 Benir, 88 Já, þá eru liðin að gera sér tilbúin hérna að stilla sér upp fyrir miðjan ís. Í marki fyrir SR er það Andrea Backmann sem er að byrja og fyrir Fjölni er það Caritas. Já, Caritas Halldórsdóttir þar. Já, við búumst bara við frekar skemmtilegum leik, er það ekki? Jú. Æsi spennandi. Já, Fjölnir er að koma hérna frá leik á laugardaginn þar sem þau töpuðu í shootout. Frekar svekkjandi eftir hörkuleik hjá báðum liðum Akureyringar og Fjölnir þar. Manstu eftir seinasta leik SR? Ég man ekki á móti hvernig það var. Langt síðan síðasta leikur SR var. Já, ég man ekki eftir honum. Það var svona það langt síðan og við munum ekki eftir henni. Já, það er eitthvað vesen hérna á klukkunni Fjölnismegin. Markmanns dómaratakkanum. Hugsa hann sé komin í lag núna, við fáum græna ljósið þarna á fyrir ofan markið. Það er komið allir ready og þá fáum face-offið til að byrja leikinn á. SR vinnur face-offið. Spila hann varlega inn í svæði. María rétt missir af þessari sendingu þarna og það enda fyrir utan svæðið. Strax hann að fær þetta í pakkan húsið fyrst. Gera það með góða sendingu þarna aftur á bak til Evu. Leita með pökkinu upp en aðeins mistök hérna að ná honum þó út.
Þessi er að leita einhverju leið út hérna. Það er ekki að finnast, en jú, hér kemur langasendingin hérna upp á Alice sem er síðan stopp fyrir miðjan ís og Elisa fær þennan puck, ætlar að byrja að skauta hérna inn. Reynir að finna sér pláss. Þá er það Friðrika sem nær pucknum úti og Stefáni er komin til að reyna að stoppa það. Friðrika heldur áfram pressunni og nær pucknum djúpt. Puckurinn er í heimasvæði Fjölnis og SR fara sterkar þarna inn. Friðrika sendir upp á varnum mínum eftir að Friðrika þarna tekur út sem eigin liðsfélag og Karen komið með hann fyrir aftan markið. Spilur góða sendingu hérna yfir á Stefáníu. Hún sendir það síðan áfram upp á Öggu. Lára hérna kemur honum inn í sjónu og tekur skot á markið. Það er að Maríanna hérna. Það taka hans tími í þetta. Ég vil okkur sendingin á Teresu. Það var að Sofía komin á fleygiferðina, komin inn í svæðið. SR reyna að koma hann út en já, Fjölnir grípur hann. Teresa flott á bláu línu þarna, heldur pucknum inni. Maríanna hérna. Góð sending yfir á Teresu. Góðan snúning hérna tekur á sig fyrsta mannin. Sofía reynir að vinna þennan puck en nær ekki alveg taki á honum og S-ringarnir byrja sitt en þarna flott kolbrún fyrir miðjan ís. Vinnur hann bara strax tilbaka, kemur hann inn í svæðið. Begga þarna. Gert. Hilma finnur góða sendingin. Bláa línu, aftur nýra línu og inn í miðju en Begga þarna, vinnur puckinn tilbaka vel. á markinu en stoppa. Begga. Góða sendingu yfir á Stefáníu. Skot í kynnu og hann er rétt svo mist hún af pucknum. Hilma óöppin þarna. Ná ekki kynnu á puckinn en aftur eru komnar inn Begga. Sending fyrir hann rétt framhjá. Mari hérna að berjast til að vinna puckinn tilbaka og að gera það. SR hérna komin á uppleiðina en Alice jú nær honum anda fyrir miðjan ís. Alice gunnar upp. Dettur aðeins. Einhver rosa krísa þarna í horninu. Sýnist að vera Karen að reyna að vinna puckinn þarna. Akka komin á hnén. Út og það er Teresa þarna sem Já. nær honum. Finnur Láru. Fyrir aftur Teresu og Teresa rétt missar af þessum og SR ætlar að reyna uppspilið. Arna hérna finnur sendinguna inn. Aftur upp á Alice. á miðju og Það er offside. Alice hefur ekki náð þessu puck frá sér áður en Friðrika komst inn í svæðið. Fyrsta flautan í leiknum. jú. Mikið rétt. Búin að sjá svolítið góða pressu hérna snemma frá Fjölni. Kristina vann en Fjölnir náði. Þeir berjast hart í heimasvæði SR og koma honum inn í svæði Fjölnis. En Eva hérna, Þeir eru að koma honum út, sýnist mér. SR halda honum inni. en gert hjá SR en Stefáni er komið með hann. Sendur hann hérna upp og svo fyrir Sofía rétt missir á honum. Það er að reyna að halda pressun áfram en nú er stoppin í gegn þarna og það er gert hjá Beggu nær að póka puckinn á henni. En einu á móti fjórum ekki mikið sem hún getur gert, setur hann bara á markmanninn og það er enda djúpt. Berglind, ennþá með hann finnur sendingur á Hilmu en Þeir eru aðeins framhjá og það haldur hann alltaf inn í svæði SR. Teresa ætlar fyrir skóð sem tók það ekki.
frá sinni pressu eða hvað, ná SR að koma honum út, já. Kom honum út, en Steinn Karen fyrst á hann. Svona Kolbrúnu sem reynir að koma honum djúpt en SR-menn grípa puckinn. Karen aftur komið með hann inn í sínu svæði, setja hann bara strax út. var nær að koma honum inn í svæði SR og þær eru þarna 5 inni á móti. Þá var það Alice komin á ferðina, Og tekur skotið og flott hjá Stefaníu. Það Stefanía sem með hann Elísa og nær að koma honum út á svæði En og þá er það Agga. rétt svo missir hann en reynir áfram og þarna Alice, sendir á Kristínu og Kristína, Friðrika. þetta Friðrika, ekki Kristína. Dagný setur hann lengra inn en Lára grípur hann. Lára er komin á ferðina, reynir að finna hann upp á Aggu en sendingin tengir ekki alveg þarna. Sofía nær að vinna hann aftur til Aggu. Þau taka sér stutt rígrúp. Reynir að Sendir hann upp en hann er strax aftur niður í hennar svæði og þær spila honum en ég sé SMN með góða sóknina, reyna að vinna puckinn tilbaka. Kristína hérna sterk á pucknum með liðsfélaga sína með sér. Ná að vinna puckinn á Caritas með hann og Sofía einhanda með fullt af svæði. Reyna að nýta sér það, gera það. Kemur honum út. En SR komið þarna flottar og vinna puckinn strax tilbaka og þarna er markið komið! mark hjá SR! Gunnborg Jóhannesdóttir sem skoraði þetta mark. Vel gert þarna að vinna puckinn á blálínu Fjölnismanna sem er hættulegt. Það er alltaf, Fyrsta marklútunar já, tekið af SR. 1-0. Það er alltaf hættulegt að missa puckinn þarna við blálínuna því þá getur verið með svo marga menn komna fram hjá spilinu og þurfa að fara að byrja að backchecka. Eins og í þessari stöðu þá endaði SR með 2-1 og náði þess að senda ykkur yfir og flott skot lett í marki fyrir SR. Brynja hérna byrjar uppspilið, finnur sendingunum við. Sendingin inn á Friðriku og Kolla flott í pressinu með Teresu þarna. Og það Berglind Begga þarna og Teresa sem nær pucknum í gegn. eins og skautla í hana. Reynir að Heldur hann djúpt og Kolbrún setur hann aftur djúpt. Finnur Hilmu, Hilma rétt missir á honum þarna, setur hann aftur bak sig, finnur Beggu sem nær ekki alveg taka pucknum. Gefur hann handa inn og Andrea fristir hann. Flott pressa hjá Fjölniskonum en Andrea góðan á fyrsta takkinn. Stefán heima á blálínunni. Setur hann yfir á Öggu, Agga með skotið þeir rétt í alveg ágætlega vel yfir. ágætlega vel yfir. En Stefán hérna á harðasprettinum djúpt niður í varnarsvæðinu þeirra. Reyna að setja hann bak við sig, hættur þarna og puckinn endar fyrir framann. En Stefán aftur, nær hann tilbaka. Finnur sunduna, Sendir á Elísu á hérna. Teresa vinnur hann tilbaka, finnur Láru en Lára ætlar bara að koma tilbaka, taka sér tíma. Sér tilbaka Teresu, finnur Öggu og Þegar það Ólafur rétt svo þarna. framhjá.
reynir að finna miðjuna en það gengur ekki. Eva þarna setur hann bak við sig, Sofía rétt missir á honum. Koma þessum mönnum honum inn. Já. Eva tekur hann á mótunum, kemur hann upp vasan og upp kom hann út á svæði. Svo kom hann aftur inn í það, aftur út á svæði. Steinur setur hann djúpt. Og þarna dettur hún aðeins. Rising. Já. Fjölniskonur koma aftur með fyrstu línu sína inn á. Mjög sterk fyrsta lína þarna hjá þeim. Þeir eru búin að eiga mestum sínum tíma í sókninni en vissulega missa pökkinn út þarna. Stefán ekki alveg nógu hröð til að stoppa hann. En kemst fyrst í hann, tekur sendinguna hérna á Hilmu og Hilmar hringsólar upp. Kemur á flegiferðinni hérna. Fullt af hraða, kemst fram hjá Friðriku. Komin inn á djúpt inn, fyrir sendinguna fyrir og hættulega þarna og tekur aftur skotið en fer fram hjá Kolbrún hérna. Finnur setur ykkur á Evu, Eva setur hann aftur á Kolbrúnu og hann er út úr svæðinni. Það er nóg að hætta minni. Þarna Berglind þarna. Reynir að koma á pökknum áfram. Endar á vinnan út úr horninu. Sem verður hérna í færi og setur skotið en fer fram hjá. Ítur meina ég. Hilma setur pökkinn inn. Rækka tekur á mótunum og reynir að finna aftur inn á Hilmu. Hann fer undir pattan! Setur hann. Hilma setur hann þarna fyrir aftan sig og rétt svo slætar undir pattan hjá Andreu. Vel gert þarna. Fjölniskonur jafna. Staðan komin í 1-1. Eitthvað við sem er töfluna. Það er að komið markið upp. Markið komið upp á töflu. Og það eru SR-ingar sem vinna hérna fyrsta face-offið. Marja Sól komin á ferðina. Kemur hún bara alla leiðina inn. Og skora, nei, þannig. Skítur. Skítur með þig. Rosalega nálægt þarna skópar stönginni. Rétt svo framhjá. Lára vinnur pökkinu út, er komin á ferðina, komin inn auðvitað. Eiginlega bara einn og þannig að missir hún pökkinn. Reynir að setja hann á Elísu og sem rétt missir það svona Agga með flott move, kemst inn í gegnum alla, komin inn á upp. Á Maríunni. Skottar hann að skauta, Stefánía sendir hann aftur djúpt og Lára er þannig að berjast fyrir pökknum. Stefánía grípur hann inn út úr svæðinu og reynir að finna sendinguna upp en kemur ekki. Stefánía finnur sendinguna upp á Sofíu. Sem að finna miðjuna hérna, finnur. Steinur sér. Fyrir þess að setur hann út. Sæði. Þínu bara átt að annað. Í horninu og Steinur endar á að koma honum út. Finnur Evu þarna, Eva. Kemur honum upp á bláu og það er... Já, Alessandra sem er honum. Saga þarna. Teresa hérna, bakum markið. Það komum við fram með. Eva tekur bara líka með hann.
Lemmi puckinn með fastaðan út, nær honum á endanum út. Það þó að spilið svolítið niður, reynir að finna góðsendinguna og hún kemur hér. Fyrir uppspilið, Steinun í miðjunni. Reyna að fram en endur að þurfa að setja hann djúpt. Reyna á honum en skoppa. Það er ennþá að halda honum inni. Kolbrún næstu því. Það er barátta í gangi. Það er Friðrika sem kemst þetta í gegn. Og hérna er það dómurinn, hooking, sem að Kolbrún er að fara að fá. Stefanía hendur ekki til að kalla hann dóm fram. Verðskuldaður dómur, segi ég. En þetta hefur verið góð ákvörðun þarna, stoppar Friðrikur frá því að komast í gegn. Já, hún stoppaði Friðrikur frá að komast í gegn og hann bara snjallt hugsað þarna, frekar að fá dóm heldur en mark. En sjá hvort að SR getur bætt úr því. Jæja, nú eru SR að taka powerplay, Fjölnir að taka PK. Það eru Saga og Elís að taka face-off. Fjölnir vinnur face-offið og þær koma honum út úr svæði. Harpa kemur honum út úr svæði. Og það er hérna Inga Brit sem kemur honum aftur inn í svæði hjá Fjölni. Og flott spil hjá þeim. Og Fjölni eru náðum eftir út úr svæði. Eva hérna Stefán og Sigur bara alltaf leið. Það er svolítið tíma og vel gert þarna. Og Eva bara aftur djúpt. Sigur bara alltaf leið yfir. Og Inga er þarna með puckinn. Og spila honum upp á Eva aftur með líka með tekinn, dættur niður en komið strax aftur á fætur og kemur aftur inn í spilið. Það er hörð barátta hjá Evu allavega. Já, það komum við aftur þetta hitt, kemur strax á fram. Það lendur. Dinglónu þannig fyrir fram á markið. Pakkum aftur kastaðu út. Ég veist þetta er rosalega gott. Kíkja hérna. Þannig að missur hún puckinn. Friðrika, komur að ferðina. Hún alveg þýtur upp og skýtur. Pakkum löndan laus. Þetta er flotta völdur. Það komum yfir 14 sekundur eftir að páflinu. Það er komið 5 móti 5 og við reynum að eftir hérna Í Kolbrún banta. en stönd strax aftur upp, komin með puckinn og komin á ferðina. Alveg hanskar. Já, það eru orðin 5 á móti 5 aftur. Ég myndi að nefna það. Ég myndi að við bara ekki hlusta á mig. Teresa finnur flottu sendingarna hérna á Elísu. Aftur á Teresa, Maríu og María skýtur á markið og það er mjög flott varsla hjá Caritas. Mjög vel lesið þarna hjá Maríu, stelur hana. Það er alveg úr öllum móðum. Jæja, það er base Og snemma. Það er tekið aftur face off. Haldi í 2 sekundur. Og Bara fyrir núna. já.
SR vinnur face-offið. SR vinnur face-offið þegar Lára nær að hreinsa nú. Það er, já, kom honum aftur inn í svæði. Stefanía setur hann alltaf leiðina yfir og Agga kemur og reynir að finna Láru. En Lára er komin á undan. Sleppa við æsingið. Hörku spil. Og hún reynir að koma honum fyrir markið og var. Þannig það er bara önnur tilraun að reyna að koma honum út en þær eru þarna tvær á móti Elísu. Gamla setur hann Elísu og Elísa býður 5 tíma á. Setur bara beint í skautan og Sögu. Finnur Lára. Hún skýtur en fer bara í. Framjá Stefanía. Brýtur alveg öklan á þessar þarna, ekki Gunnlaug þarna. En Agga nær ekki að setja hann inn í markið. Stoppar hana. Gætti á Karinni. Og það er Alexandra. Reyna að vinna puckinn en kemur ekki Arna þarna. Setur hann niður. Hann fyrir gangandi. Friðrika næst í. Eva dettur hann að geta yfir mistök. Nær koma köknum í burtu, það ekki Sofía þarna. Hún með hann. Það gerist þarna. Eða hvað, jú, kökurna. Hún er laus þarna kominn, já, Eva vinnur hann. Stefanía setur hann upp hérna. Reynir að finna hann áfram en það kemur ekki. Það er barátta hérna við bakkann og er Dagný sem nær honum. Og þær spila honum inn í heimasvæði Fjölnis. Og Sofía kemur honum inn í svæði hjá SR en þær koma honum strax aftur út. Það er að Teresa sem gunnar inn í svæði og droppar henni niður á Kolbrúnu. Kolbrún skýtur, mjög flott skot. Og það er flott varsla hjá Andreu. Já, flott skot þarna hjá Kolbrúnu en óheppinn þarna Berglind fór fyrir hana á endaskotið ekki á markinu en mjög flott skot og mjög flott spil. 49 sekúndur eftir að fyrsta leikhluta þannig að bæði lið munu reyna að besta í að Kolbrún skýtur, fer framhjá. Komast yfir hérna fyrir lok leikhlutans. SR kemur honum út. Já, það er Ylva sem kom honum út. Kolbrún kvöttar inn. Kolbrún alveg skautla sér inn og Jónu upp. Það er fyrir Og von! það er Endar í klónu með Andreu með mjög flotta varslu. rosalega flott varsla. Þetta hefði ég ekki getað varið. Nei. Mjög tricky að taka það að segja því þú þarfst að vera að færa það yfir og færa það undir púðan í leiðinni og já, bara svona er þetta verið þessa 22 sekúndur eftir. Elísa hérna. Eins og með hann droppar hann niður og Saga reynir að koma það er hörð barátta. Hún kemur honum út. Það er tími eftir. Allir þjótastuð, það eru 4 sekúndur eftir. Og fyrsti leikhluti er búinn. Já. Takk fyrir okkur í bili. Við sjáumst eftir korter. Já, 1-1. Hörgspennandi. Ég veit það. Það er ræðilegt.
Jæja, komið að annarri lotu, SR á móti Fjölni. Já, við erum búin að fá, já, staðan er 1-1. SR náðu marki, hvenær var það? Það er ekki frekar snemma sem þeir fengu markið sitt. Jú, Já, það var frekar snemma í fyrstu, allavega. það var á held ég 7. mínútu. Eitthvað svoleiðis. Og Fjölnir náðu síðan jafna nokkrum mínútum eftir það, en það eru Fjölnir sem leiða hérna okkur á stað með vinnu á face-offið og Kolbrún er komin inn á djúpt inn í svæðið. Reynir að finna skotið, skopar af einhverju killu út í horn. Inga stýrar sig fyrsta manninn og byrjar uppspilið þannig að Eva finnur pökkuna til þessu og reynir að halda honum áfram að Hilmar nær honum og setur hann bara djúpt. Fjölniskonur koma strax í skiptingu. Högnum hendi hérna yfir. Agga hérna reynir að finna sendingun inn á Láru en það gengur ekki. Marja leiðin upp. Langa sendingin. Koma strax í skiptingu. Karin hérna. SR vinna strax tilbaka. Alice hérna með skot og enda framhjá. Kjartast með flotta vörslu. Agga finnur henni upp á Elísu. Elísa rétt missir á honum en hann stettir á pökkinn og er fyrst. Stefán er rétt missir af þessum og já, nær honum tilbaka þarna með hjálp Elísu. Stefania fer með hann bak við markið og droppar hann síðan niður á Maríanu. Æsing. Það er æsing. Sendingin náði ekki alveg að tengja hana. Jæja, það eru Saga og Steinun sem taka face-off. Saga vinnur það og það er skot beint á markið. Herðast vel. Flott skot þarna hjá Ragnhildi. Saga ætlar að halda spilinu áfram. Hún er í vasann en hún missir hann. Rétt svo. Marina setur niður þarna á. Hún bjargar hann með smáu. Kemur hann aftur inn. Nei, byrju. Fór aldrei út. Fór aldrei út. Það er Marina hérna. Reynir að koma hann út og Sofía rétt missir á honum en hann endar á killunni hjá Andreu. Spilaður á og Sofía snýst hann í hring. Tekur eitt snú. Æsing er það. Sýndist þetta ekki vera fyrir aftan rauðu en alltaf læg. Jæja, Ennþá hlægjandi á snú-snú-djókinu minni það. já. Eins og það face-off í heimasvæði SR og það eru Begga. Þetta er Begga. Begga og Kristína sem taka. Og Fjölnir sem vinnar hann en já, Bökkurinn endar hann upp utan svæðis. missir hann rétt svo nær honum aftur. Finnur hún löngu sendinguna, já hún gerir það. Hilma. Hilma hann að niðri, reynir að finna sendinguna inn og gerir það. Kolbrún rétt, svo missir hann frá sér. Finnur sendinguna niður og kemur skoti, nei, það blokkað hann að. Teresa. Reynir að koma pökknum inn. Kolbrún setur hann framhjá og ég held að það væri inni þarna. Netið að blekkja mig. Ylva. Og Begga. Og hún fer ein. Markinn.
flott vörn þarna. Þetta María, sýnist það. María með flotta vörn. Veistu það, ég verð að segja að ég hata þessar SR-treyjur. Það eru ógeðslega leiðilegar að lesa númerin á. Ég verð að segja það. Mér finnst það bara æðislega. Já, sem SR-ingur getur þú sagt það. Það er svolítið bæjast. Mér finnst það bara mjög flotta treyjur, bara bæði lið. Já, en aftur að leikum SR-ingar komnir með hann hérna djúpt niður í svæðið og Agga reynir að kemur honum út en María Fer djúpt inn í varnarsvæði Bjarnarins og hún, Stefanía. já, er í vasanum hana, eitthvað að dóla sér. En það krafsið fyrir fram á markið ennþá laus og Stefanía nær hann framhjá en Elisa nær ekki kilun á hann. Já, og út úr svæði. Lára hérna, dekkur hann rétt svo. Stoppar aðeins. Agga er þarna eitthvað, dóla sér. Og þeir síðan Laufhell. Kemur hann hérna inn. Sofía með hann hérna í horninu, reyna að búið að spila en Inga tekur bara líkamann og nær hún af pökknum. Eva fer hann hérna út úr svæðinu vissulega, þannig Og aftur inn í svæði, það er Inga hérna Sofía sem er þarna, að pressa. já, Eva Eva kemur aftur inn í svæði og eitthvað barátta hana við Bartan. Sofía nær hann minna á markið en setur hann fyrir aftan sig í gegnum klóð og Ingu. Þetta er laust skot, Já, ég en ekki örgulega beint sennilega meira sem sending en Já, enginn þarna nema bara svolítið sein já, Steinun. ætlaði að treysta á liðsfélaga. Já, það var enginn annað á markinu nema bara Steinun svolítið seint, þannig að En allt í góð, flott spil. já, Fjölniskonur búin að vera með pökkir að megnu inn í sóknarsvæðinu hjá SR nema bara þegar þau senda hann sjálf út. En já, það kemur sterkt skot hérna hjá Kolbínu. Andrea Ver. Það var Ylva sem reynir að koma hérna út og Hilma þarna flott að nær honum tilbaka. Kemur hún inn í varnarsvæði SR og er Kristína? Ylva. Þetta er Það er ekki Kristína. Ég ætla að afsaka það, ég er ekki með linsur, sé ekki mjög vel. Ég ætla að segja Ekki það að taka þetta er þetta Friðrik á ferðinni. Og þarna kemur Það skotið er á það. varsla Ballis. og þeir spila honum þarna inn í svæði. Kemur hún yfir Brynja rétt svo missir á þessu. Og Hilma. Það missir hann. Vinnur hún út. Agga. Og Missir hann, Valdi. Ágústa. Reyna að koma honum þarna áfram upp. Lára rétt svo nær ekki að halda honum þarna inni eða ekkert beint rétt svo, bara vel rúmlega. Tekur þarna svolítið fake move. Agga reynir að vinna hann áfram aftur á Láru sem kemur honum á endanum inn. Brynja. Út á Maríunu. Yfir á Teresu. Og Teresa upp á Láru. Já. Fyrir bankan, en heldur hann svolítið inni. Haldur hann ennþá inni, nátt fyrir mikla baráttu. Og þarna er hann ennþá inni. Já, Eva nær að halda honum inni, kemur honum djúpt. Brynja hérna með flotta pressu en fellur hana og Eva sömuleiðis. Steinun sendur hann upp á Teresu. Teresa labbar blálína, reynir að setja hann inn en flott blokk hana. Gerir það að verkum að pökkurinn enda fyrir utan svæðið. Steinun aftur á Teresu. Og reyna að feysa ríkgrúpinn sitt hérna. Kolbrún komin inn. Og setur hann bara inn! Já, það er mark hjá Kolbrúnu Já, skauta bara alla leiðina sjálf. annað mark Fjölnis. Þá er staðan 2-1. Já,
Þetta var rosalega flott mark, skýtur hann framhjá einhverjum 2 mönnum beint undir hanskan hjá Andreu. Rosalega vel sett skot þarna. En það eru SR-ingar sem vinnur face-offið eru komin inn strax á ferðina, fá skot á og Caritas ver. SR-ingar vilja svara strax. Harpa ætlar að taka nokkuð súsett saman fyrir okkur hinum inn á ísnum, en við höldum áfram í varnarsvæði Fjölnis. Og þarna er stór fella, en nógu mikið af beggja liða einhverju vesinni, en ekki dæmt á það. Þá er það Karen sem vinnur puckinn úr krafsinu og finnur hann að Kolbrúnu. Kolbrún ætlar að reyna hann nær hún hann inn djúpt. Friðrika hérna að reyna að koma honum inn, já. Pucknum kastaði hérna lengst inn. Caritas finnur sendinguna á Marínu. Marín að reyna að koma honum út, en sendir hann bara beint á Friðriku. Sendur hann inn í miðjuna og inn! Þannig Caritas! Caritas ver! Skellir sér alveg á jörðina eins og grótfiskur. Já, þetta var... Og ver puckinn mjög flott. Alice þarna... Já, hún bara átti ekki roð í þessa vörslu frá Caritas. Það var geggjað. En já, ofnu mistökarna hjá Marínu, en Caritas náði að bjarga henni og hleypti ekki inn þessu marki. Það var að Teresa komin inn á ferðina. Þá kom kastaði hérna út. Og Agga reynir að vinna puckinn hérna. Friðrika. Agga vinnur og tilbaka, komin inn. Kemur bara skotið og hátt yfir. Alveg bara út í game. Á stefnum þangað. Friðrika. Reynir að koma pucknum eitthvað frá markinu sínu og gerir það. Og hún alveg skvillar sér upp svellið. Og kemur henni djúpt. Og það er hérna Alice sem tekur á móti honum, en missir hann. Kristín reynir að finna sendinguna yfir sendingin. Og komin inn í varnarsvæði SR. Heiður. Puck kastað út, Steinun grípur hann á bláu, setur hann bara aftur djúpt. Steinun fær að vinna fyrir mitt svæði. Tekur bara skotið og Andrea með hann. Og ver. Pucknum kastaði hérna alla leiðin yfir og Karen nær að stoppa það og setur hann bara aftur djúpt. Haldur hann inn í svæði, en Æsing hérna. Pucknum kastaði alla leiðin yfir og já, við snúum bara tilbaka inn í sóknarsvæði SR og aftur ætlar Harpa að taka svolítið suicides fyrir okkur, halda sér heitri. Og það er Fjölnis stelpur sem vinna face-offið. Teresa strax með skot og Andrea grípur hann bara. ver grípur hann. Hæ. Herri, þú þarf að lýsa þessu. Já, það er face-off hjá Lýsa þessu. Það mikið á þeim. Sér litinn á þessu. Já, það er Halldórin djúp og Inga hérna reynir að koma honum upp. Finnur, ekki Maríana.
og þær þjóta alveg upp en Kolbrún nær honum og er alveg Finnur pökkinn fyrir og það er og maður gerir saman skoti og fer framhjá. Þetta var pínu gróft. Já. Flott spil hérna. Inga vinnur pökkinn, tekur róspilið niður. Gunnborg nær ekki alveg að taka mótunum og pökkinn endar hjá Maríunni. Hafstaði það. Alla leiðir yfir fyrir. Brynja sendur hann upp og það Gunnborg já. Alice Og það er hún rétt svo missir á bökknum. Alice. Já. Hann inn Og já, komaði honum inn en það er varsla og hann hefði hvort með farið framhjá. Já, ég hefði sagt það. En Alice þarna í höfninu, Maríanna sterk og tók hann bara í burtu, Stefania tekur á móti. Stefania Nei, Agga Já. tekur hérna. Agga fer alveg já, fer bak við markið. Sendir hún fyrir framan og- Lára næstu búin að pota þessum inn. Rétt svo minnst að þessu tækifæri. Elisa komin inn á Elísa, alla leiðinu, tekur hún skotið skýtur og henni endar í og- Láru. Lára setur hann framhjá. Það var aðeins of mikið fyrir til að Alice geti náð þessu. Og það krafsar maður við hurðina á Fjölnistelpum. Höggum hendinn. Stefania sem ætlar að taka mótunum og finna henni upp á öllu. Agga reyna að koma henni mót en María er fyrst. Reyna að koma tilbaka. Harpa tekur hann, droppar hann niður á Karani. Karen fyrir með hann inn að Svo er sett henni að hjálpa henni. já, og Harpa er að reyna að koma hann út á svæði. Ég er það. Hún kemur hann út á svæði og Florsrún er að opna sig en Hún er ekki inn á. Hæ? Þetta var Florsrún er ekki inn. Já. Saga hérna brýst í gegnum vörnina og kemst pökknum niður. Setur hann hérna á markið og Caritas ver hann framhjá. Saga hérna reynir að koma honum áfram en Berglind vinnur hann alltaf tilbaka, finnur Karini, Karin reynir að finna Hilmu, Hilma nær ekki alveg að tökum á þessum pökk, Hilma nær vissulega að koma pökknum djúpt og setur hann þarna fyrir Berglind með skotið og Andrea góða vörslu þarna Teresa þetta er inni, setur hann á Kolbrún með skotið og fer rétt framhjá Maríanna sterk hérna á, kemur pökknum á Kolbrún reyna að búa sér eitthvað til plás setur hann niður Hilma kemur hann niður á Berglindi, Berglind upp á Hilmu, Hilma og næstu því en Andrea hann með góða vörslu þá er hérna, hver er þetta Ragnheiður Nei, Alexandra er fyrir hann á Agga tekur pökkinn upp þar sem hann setur hann hérna yfir á Láru, Lára með inn og Elisa Það er þriðja mark Fjölnis. Það er önnur annarri leiklotu það er Elisa sem endar að klára þetta mark eftir Agga nær honum hann inn dræfar í kringum markið finnur Láru Þetta Lára. var sjúklega flott mark. já, samspilið þarna alveg top notch Þá er staðan 3-1 fyrir Fjölni í augnablikinu. já, tæpar 25 mínútur eftir af leiknum þannig að þetta SR já séu ennþá með bara frekar góðan séns á þessum leik en vissulega er það þægilegra fyrir Fjölniskonur Agga kemur hann
hérna inn. Hann er að dræfa hann á markið og næstu í bara setja hann inn en Elisa þarf að pikka hann upp úr horninu. Setur hann niður á Öggu, Agga rétt svo missir á honum að Inga. Kemur hann að reyna að koma honum út en Elisa er komin fyrst og er í einhverju klandri þarna við battan. En vinnur hann þá endanum niður á Öggu aftur. Agga finnir Stefania. Tínir böknum aðeins í klóðun á sér. Finnur hann ennþá í miðjunni og Sofía næstu búin að stýra honum inn hann með skautanum. Með miðjunni, Sofía reynir að koma honum inn en gengur ekki. Friðrika hérna í kapphlaupi við Karin nær fyrst. Byrjaði vissulega smá þjófstart. Böknum hendi hérna alla leiðin yfir og það er æsing. Ég átti alveg að fara með þig, Karin, að þú ætlar ekkert að vera með mér að lýsa þetta. Ég ekki neitt. Fjölniskonur eru 6 inn á okkur núna, ég sýnist Steinunni vera að fatta það loksins. Og leiðin út af. Í hockey er sem sagt að spila 5-5, ekki 6-5. Já, mikið rétt. Pakkurinn enda þarna úti. Sofía komin að ferðina, reynir að halda honum hérna áfram. En missir hann þegar hún komin inn. Þá er það Ylva sem ætlar að reyna. Spilar honum upp og það er offside. Kristína var rétt svo fyrir innan. Eitthvað ósátt við þetta. Línan er vissulega í þrívídd, ég veit ekki, þetta var rosalega tæft alveg. Hún var með fótinn, lyfti hann upp og reyndi að teygja eins langt út úr honum og halda sér fyrir utan svæði en ég var ekki að fylgjast nógu vel með Kristínu í þessu samhengi hérna. Pakkurinn skopast hérna alla leið þar sem enginn er en það er Guðmunda þarna sem ætlar að vera fyrst eða nei, þetta er Alexandra, ég sé ekki neitt á þessu treyjur. Ég kann ekki að lesa. Ég bara sé ekki neitt yfir höfuð. Nei, Saga vinnur pakkurinn inn og setur hann djúpt. Karitas ætlar að reyna að taka á móti honum en þá er Gunnhildur hérna, nei, ég veit það ekki, ég ætla bara að hætta að segja nöfnina. Teresa ætlar að vinna hann hérna áfram. Vinnur Kolbrúnu en Kolbrún missir á honum. Berglind heldur hún minni. Nú komur hún hérna á markið. Finnur Teresu, spila þess róast niður. Hilma hérna bak markið. Ég taka á móti honum en fellur hana og Saga reynir að koma hún að vinna upp en þar er aðeins Maríanna sem setur hann bara aftur djúpt. Setur hann djúpt og nær rétt svo að pota honum út. Og það er skiptað hana, 3 í 1. Gæti verið hættulegt fyrir þær og Agga er búin að brjótast þarna í gegn. Finnur Lára setur hann inn og Elisa setur hann inn! Aftur sama og bara setur þetta marki þessar 3. Annað markið þeirra í kvöld. Það er staða 4-1 fyrir Fjölni, önnur leikluta. Öðrum leikluta. Já, aðeins 2 mínútur og 15 sekúndur eftir að þessum leikluta. Vá, þetta var geggjað. Er þetta... nei. Síðist þjálfari SR verið eitthvað að kalla á dómara sinn en það var ekki svo, það var bara eitthvað að tala við kalla á markmanninn segi og það var bara að tala á einhverja leikmenn inn á. Já, þá eru það Steinun og Friðrika, já. Sko mig. Já. Ég sé náttúrulega ekkert á tölur núna. Mér finnst það alveg hræðilegt, sko. Þessi 0 er bara allt áttur, sko. Já, þessi 0 er allt áttur. Þetta er alveg, mér finnst það ekki gott. Ég kalla á breytingu, en þetta er bara, við með að ráða. Ég mótmæli orðanum hans Baldurs. Já, já. En þá er það komin hérna í gegn. Og það er skotamarki, en hún nær að verja. Og stúkan alveg trillist hérna, maður. já,
staðan. Hátt flaut, hljómaði svo flaut sem á ekki að vera. Gæti hafa verið brot á markmannum, en Nei, ekki nógu gróft. tel það ekki, en Karítas eitthvað ónæð. Já, ekki alveg sátt. En hún heldur áfram. Hörkukona. Já. Slashing dómur sem að SR-ingar fá á sig og þá erum við að stilla okkur upp hinum einn ef að allir hinir fatta sig á það. Já. Hún er númer 16, hún getur bara að tjekka hérna, þetta er Ragnhildur. Já. Það er bara ekki rétt fyrir. Það er ekki Heiður. Nei. Ekkert svona. Við erum ekkert að dæma fólk sem er ekki með linsur. Nema bara ég, stundum. En já, er þetta annað powerplay sem við erum búin að fá í þessum leik. Það var eitt mjög snemma sem að Fjölnir fengu á sig. SR fekk powerplayið en núna er það Fjölnir sem fá að reyna á það. Það er Kolbrún hérna á blálínu. Setur hann niður á Tersu. Og Kolbrúnu. Berglind, rétt svo. Aðeins klúðraði þessa sendingu en Tersa með hann og setur hann upp á Kolbrúnu. Markmið er að reyna að hreyfa þetta box, búa til einhverja opnur en SR er að standa sem mjög vel í að boxa það út. Og með Saga fer í pressuna og nær bökkum út. Teresa kemur nú strax aftur inn. Fjölnir spila honum aftur inn. Og það koma hann aftur út. Og það er Kolbrún hérna. Sem að tekur inn baki markið. og Agga fer og tekur á móti honum. Finnur hérna. Steininn er með hann. Þetta er ekki Steinur skal ég segja þér. Kristín. Agga. Niður á Tersu. Tersa á Lára og reynir að finna sendinguna hana. Kristín. Og Tersu, nei Elísu. Svo ég er líka ruglast. Kemur pöknum inn en ekki alveg nógu mikið skot hana. En Lára flott á línunni og heldur honum inni. Finnur hann að Öggu. Agga setur hann á Elísu og róa aftur niður spilið. Aftur á Láru. Lára með skotið og setur hann. Flott varsla hjá Andri. Elísa. 5 sekúndur eftir. Á Láru. Lára með skotið og Og annar leikluti búinn. Staðan er 4-1 fyrir Fjölni. já, Fjölnir er aðeins búinn að bæta við Æsispennandi leikur og við bíðum spennt eftir þriðju næsta lotunni. og síðasta leikluta. Já, Fjölnir er aðeins búinn að bæta við sig í þessari. En já, 15 mínútur pása áður en við höldum áfram.
Já, áfært alltaf byrja aftur fyrir þriðju leikhluta í dag. Stað 4-1 fyrir Fjölniskonum. Þær byrja í 10 sekúndna powerplay. Og hver er það sem situr í boxinu? Það er Ragnhildur Kjartansdóttir. Hún fékk áðan 2 mínútur fyrir slashing. En það eru Fjölniskonur, er það ekki, sem að vinna þetta face-off. Jú, það er rétt. Hilma hérna komin á flegi ferðina. Það byrja þetta fyrir okkur og það er Saga sem missir strax killuna sína hérna. Ragnhildur aftur komin inn á 5-5 spil. Teresa setur hann djúpt. Hilma tekur á móti. Hilma hérna missir á honum en Berglind tekur fyrir skaðan. Teresa reynir að skjóta honum hérna en skoti kemur ekki. Hilma nær eitthvað aðeins að íti innan bökkuskautunum og vinnur hann til Evu. Dómarinn hann fyrir Teresu og æsing er það. Teresa ekki sátt, Jens hann aðeins fyrir. En dómarar hluta leiknum þannig við erum bara byrjað á það. Þá stilla okkur hérna upp í varnarsvæði Fjölnis. Og það eru Fjölnismenn sem að vinna þennan puck. Teresa hérna ætlar að byrja okkur uppspilinu og eða bara skauta sjálf, setur hann djúpt og Elisa er það fyrst í hann. Heldur pucknum áfram. Agga er á móti. Saga hérna í pressunni. Nei, þetta er María, segi ég. Þessi manninn. Lára með skotið. Andrea, Veran, Elisa. Bakum markið. Tekur skotið og rétt framhjá þarna Lára. Finnur upp á Karinni. Karen tekur sinn tíma. Finnur hann inn í miðjuna á Láru. Lára reynir að taka skotið út frá því en gengur ekki og Friðrika er komin inn á frenna. Finnur hann á Örnu. Arna reynir að koma hérna inn en það gengur ekki og Agga nær hann strax tilbaka. Skuttar sérna inn í svæðið. Finnur skotið á markið. Hann fer framhjá Alice. Skautar hann hérna út. Það er næstu því. Skuttar hann áfram. Agga tekur á mótunum. Yfir hérna á Sofía rétt missir á honum en það er offside. Já, svolítið seint flaut þarna en ég var að fara, þetta var alveg svolítið offside. Puckurinn var kominn vel út fyrir. Aftur er Harpa að fara að skauta eitthvað. Hún var að gera þetta mikil í leiknum. Hugsa til að halda á henni hita bara. Það er svo kalt. En þá er það Fjölniskonur sem vinna þennan face-off. Maríanna hérna setur hann upp. Kristín hérna tekur á mótunum. Puckurinn fer aftur hérna niður í varnarsvæði Fjölniskonna og það er Teresa sem sendur á mótunum. Sendur hann hérna upp og Kristín reynir að fara upp á móti. Kristín pikkar hann upp hérna. Tekur skotið á Andra. Verður hann bara þá er það Fjölniskonur sem vinna hérna face-offið. Flott set play hérna greinilega eitthvað gangi en það er vel blokkað þarna. Emil hefur verið að sýna þessari fyrstu línu sinni eitthvað set play hérna. Emil Allengard, þjálfari kvennaliðsins. Eva vinnur hérna puckinn, sendur hann á Hilmu. Hilma Pírsundar komur sérna en missir aðeins af pucknum og sendur hann bara hérna upp. Og það er Gunnborg hérna sem vinnur hann og setur hann bara inn en Kolbrún fyrst í puckinn. Finnur puckinn á Láru. Lára skautar hann hérna upp. Reynir að droppa hann hérna á Stefaníu en Stefaníu ekki nógu nálægt. Það er Elisa.
Finnur sendingur inn á Karinni, Karin setur hann inn á Láru, Lára setur hann áfram og Agga ekki með nógu langar killu til að grípa þennan. En vissulega enda pakkurinn djúpt og Lára í pressunni en Friðrika vinnur hann. Friðrika reynir að kasta honum upp á Alice sem hún gerir. Alice komin í gegn en Tirsa nær að stoppa. Friðrika með skotið og fer vítt. Þarna Lára reynir að finna hann út í miðjuna og Karin sem vinnur hann setur hann djúpt. Elisa heldur hann áfram upp á Tirsu. Vinnur hann inn í miðjuna á Láru. En þá ná Fjölniskonur ekki pucknum út. Elisa með harða pressa á sér. Finnur sendinguna upp á Maríunu. Maríuna komin í gegn. Heldur áfram. Harða sprettinn með Friðrika fyrir henni og nær að halda sem. Hún kemst á undan. Nær hún þessu puck. Nei, María Sól þarna. Stakka hann og vinnur hann. Setur hann yfir og Friðrika ekki tilbúin fyrir að ná þessu puck. Þannig Kristín vinnur hann en það Ylva sem kemst síðan á ferðina með skotið og rétt svo skoppar hann fram hjá. Nú það Sofía setur hann upp og reynir að halda pressun áfram en Bríett finnur sendingur upp á Kristínu. Kristín setur hann inn en ekki alveg nógu góð sending og Stefania nær hann fyrst. Reynir að koma pucknum út en Ylva hendur hann djúpt. Stefania þó fyrst. ætla bara að taka sinn tíma. Steinun fær puckinn, reynir að finna hann inn og flott Alexandra hann vinnur hann. Skautar hann inn en Stefania með flotta killu og vinnur þetta af henni. Puckurinn enda djúpt og það verður icing. Loksíðan fekk smá pásu til að hætta að tala. Langt síðan senst almennilega flauta kom. En búin að vera bara mjög sterk pressa hérna hjá SR þótt að þeir hafa ekki verið með puckinn mikið en hafa náð að koma svolítið mikið djúpt og ekki hleypt Fjölniskonum hérna út. En nú það Kolbrún sem komin inn á ferðina. Náði að brjótast út en strax aftur eru það SR stelpur sem að vinna hérna puckinn. Kemur hérna í miðjuna rétt fyrir aftarsögu en Alexandra komin hérna inn, sendur hann hérna fyrir og rétt svo sleppur puckurinn hann í gegn. Alexandra með skoti og Caritas tippa puckurinn hann framjá. Langar skoti kemur, það icing. Þreyta svolítið komin í mannskapinn, komur svolítið minni skautakraftur en þá 14 mínútur eftir. Þá það Fjölniskonur sem vinna þetta hérna og Begga komin á ferðina. Skautar hann hérna inn og rétt sem fyrir góðan fyrir Eiðrika. Nær ekki að vinna puckinn út en SR-ingarnir byrja uppspilið. Alveg rétt misla þessum með Friðrika komin alla leiðin yfir. Reynir að vinna þetta en Agga með harðri pressu. Nær hann að vinna puckinn tilbaka. Já, Agga og Karin hana. Óttar að vinna puckinn. Og Lára með flott blokk. Lára skautar á eftir þessum. Puckurinn kominn alla leiðin yfir. Lára kominn á undan, María á eftir. Lára hérna reynir að setja hann fyrir og það gengur ekki. Karen reynir að koma hérna yfir. Puckurinn endar hérna inni. Tirsa sendir hann hérna fyrir. Ná ekki alveg að koma að pucknum hann á markið. Og skemmt hann góð killu hjá Öggu.
Marjana, góðri pressu, missir hann vissulega killuna fyrir Kristínu, reynir að taka hann aftur upp. Það gengur ekki hjá henni og klokkan er komin laus. Lára vinnur hann, setur hann á Elísu. Elísa kemur hann hérna, kvartar inn. Það sjálf. Kemur hann inn, reynir að finna Steinunni en Steinunn með hann ekki alveg. Steinunn vissulega komið með hann hérna djúpt í svæðinu. En Ylva flott hann að reyna að klíra hann út. Eva á bláu, vel gert. Ylva. Eva með flotta killu og Ylva getur ekki gert neitt nema bara setja puckinn djúpt og koma í skiptingu. Það var Stefania sem ætlar að reyna á upphlaupið hérna. Og stoppið hérna af Alexandru áður en hann kemst út úr sínu svæði. Setja hann hérna niður á Evu. Eva aftur á Stefaniu, reynir að finna sendingan tilbaka en sendingin kemur ekki. Eva flott þarna í pressunni og vinnur puckinn tilbaka. Eva missir puckinn þarna fyrir framann og endar henn. Vel gert sem Stefaniu og Caritas að koma puckinn frá. Inga reynir skotið en puckinn vildist límdur við killuna hennar. Eva setur hann yfir á Stefaniu. Stefania upp á Kolbrún yfir á Stefaniu. Nei, Sofíu hérna. Sofía reynir að senda hann inn en Andrea fristar hann bara. Kemur droppið og það eru SR stelpur sem að vinna þetta. Puckinn skopast hérna upp og Kolbrún er fyrst í hann. Kemur hún hérna upp á Hilmu. Hilma reynir að koma áfram að Teresu sem hún gerir og Teresa setur hún djúpt. María er fyrst í hann og reynir að vinna þetta áfram en það gengur ekki. Berglind flott hann í pressunni og setur hann á Hilmu og Hilma rétt svo nær ekki að markið. Teresa með flott backcheck hérna og vinnur puckinn. Nara Berglind reyna að finna miðjuna en sendingin tengir ekki alveg. Friðrika missir hann hérna. Karen setur hann bara niður. Heiða. Það missir puckinn á Láru og Agga er komin í gegn. Agga með skotið og Andrea verður þetta. Lára setur hann út til hliðana. Elísa er fyrst. Og reynir að finna sendinguna þarna. En sendingin kemur ekki. Kristín er komin í gegn. Kristín. Caritas með versluna þarna og hvað er í gangi þarna? SR vinnur puckinn úr face-offinu og það er Sofía sem endar með hann hérna, chipar honum út og þær koma allar á harðasprettinum hérna á eftir honum. Inga með hann hérna í horninu og setur hann bara fyrir aftan sig en þar er enginn nema bara Steinunn sem er komin að ná í hann. Reyna að koma hann fyrir framann en dettur þarna við það. Áfram halda þær en puckinn endar hérna djúpt. Og Caritas fristir hann bara. Alexandra rétt mista þessum.
SS-stelpurnar vinna puckinn og Harpa er á skúti hérna en Inga nær í hann fyrst. Komin að vinda inn og það er offside. Friðrik var komin inn aðeins á undan pucknum hana. Fjölnistelpur vinna face-offið, Teresa hérna með hann. Aðeins missir af þessari sendingu en enginn til að refsa hjá SR. Alice vinnur hérna puckinn í sínu svæði, byrjar á upphlaupi. Tekur bara skotið en puckinn endar lengst yfir. Harpa reynir að vinna hann út og fer hann framhjá. Hilma komin á ferðina með Beggu með sér. Begga setur hann inn! Begga skorar! Berglind Leifsdóttir setur stöðunni 5-1 fyrir Fjölni. Voru komnar þarna 2-1 og Hilma með rosalega flotta sendingu yfir og Berglind setur hann þarna beint upp í vinstra horni. Mjög flott mark hjá Fjölnistelpum. Aðeins 8 mínútur eftir. Fjölnistelpur vinna face-offið hérna og það er Stefania sem ætlar að byrja þetta en hún missir aðeins puckinn frá sér, sendingin virkar ekki alveg. Elisa setur hann hérna niður og það er Alexandra sem ætlar að setja hann hérna niður. Það er spilað og Alexandra ætlar að vera fyrst, gerir það, er einhanda í horninu, reynir að finna eitthvað pláss, finnur hann upp á Brynju með skotið en endar hann framhjá. Halda honum inni en kallað úti. Flauta þarna. Það er dómur að falla hér. Það er dómur á SR leikmann númer 29 Gunnborg sem á eina mark SR í þessum leik. En þá eru það Fjölnistelpur sem fá að reyna á powerplayið einu sinni enn. Þessu bara eru SR-ingar sem vinna puckinn en það er Berglind vissulega sem að enda með hann og það er Kolbrún hérna á blálínunni, setur hann niður á Hilmu. Hilma setur hérna upp, Teresa tekur við honum, finnur hérna á Berglindi, Berglind aftur upp á Teresu. Mikið að snúningum hérna og skotið kemur á endanum en endar framhjá. Teresa aftur komið með hann á bláu, reynir að finna puckinn niður en það gengur ekki og Hilma verður fyrst í hann þrátt fyrir að puckunum að enda fyrir utan svæðið. Það ætla að koma bara strax aftur inn. Hilma droppar á Berglindi, Berglind Teres á Kolbrúnu, Kolbrún og Elisu setja hann hérna inn og Freyríka með gott blokk og kasta pucknum hérna út. Skónur farið í skiptingu og það er Agga hérna sem að leiðir þetta áfram, sendur hann hérna löngu sendinguna yfir á Sofíu. Sofía
Keyrir puckinn inn, reynir að koma honum fyrir fram markið en nær því ekki. Hérna baka markið, sendar hann á Öggu, Agga, alla leið yfir á Elísu. Reynir að koma honum inn en óhefni þarna, Arna nær að blokka þetta. Það er að reyna að spila honum út en puckurinn endar hérna langt fyrir framan. Lára tekur á mótunum. Aðeins 20 sekundur tæpar eftir af powerplayinu. Sofía með hann. Setur hann bara á Caritas. Og kemur hann tilbaka á Láru. Sofía svingar hérna upp. Sendingin kemur yfir á Teresu. Teresa. Þá dræfa markið hérna 5 á móti 5. Teresa. Tekur skotið. Finnur sendingar niður á Berglindi. Gá, aftur blokkið, Saga. Vel gert þarna. Teresa setur hann niður á Kolbrúnu. Snýr þessi fyrsta manna inn, vel gert þarna á, reynir að kasta honum manna inn. Saga vinnur hann. Puckurinn skoppar hérna fyrir fram að hann. María. Setur hann hérna upp og puckurinn skoppast alla leið niður. Það er harðarsprettur hérna hjá Gunnborg. Hilma. Setur hérna niður og Kolbrún tekur á mótunum. Reyna að finna hann hérna inn en það gengur ekki. Stefania með hann. Kemur hann hérna niður, setur hann bak sig og hérna Lára fyrir ekki persónulega en Agga heldur hann inni og gefur hann á Láru. Lára hérna Saga. Og Karen hérna. Body checking, dómur. Elva vissulega flauta ástæðum að Saga fer í boxið fyrir body checking í 2 mínútur. Þegar aðeins 4 mínútur eru eftir. 4 mínútur og 2 sekundur. Aftur eru Fjölniskonur komnar í powerplayið. Kolbrún hérna með puckinn. Kemur við hérna niður á Berglindi. Berglind inn á Hilmu. Hilma kemur hann niður á Eva. Andrea með flotta vörslu hana. Berglind aftur upp á Kolbrúnu, aftur niður á Berglindi. Hérna niður og Eva blokkar á hana. Aftur fer puckurinn í liðsfélaga. Hilma skýtur þetta skipti í Berglindi. Hilma með hann setur hann á Berglindi. Berga hérna finnur hann inn og fer rétt svo framhjá þarna. Hann skopar hérna framhjá. Teresa vinnur hann þar. Kemur hann hérna upp á Berglindi. Hún kasta aftur út. Kristín reyna að koma honum hérna inn. Teresa setur hann niður á Láru. Reynir að finna hann hérna upp á Öggu en friðrikaði fyrir. Agga vissulega vinnur puckinn tilbaka. Vel gert í Öggu. Langa sendingi komin hérna upp á Kristíni. Kristín rétt missir hann fram í sér en komið fyrst í hann. Kemur hann upp á Öggu. Agga alla leið yfir á Elísu. Ná Öggu upp á Láru. Lára setur hann inn á markið og Agga. Nei. Jú, þetta er Agga þarna. Næstu ná honum inn. Caritas tekur þetta á mótunum. Setur hann á Láru. Lára yfir á Elísu. Elísa rétt með sér á þessum. Bríet kastar hann manna yfir. Puckurinn endar djúpt niður, 5 sekúndur eftir. Powerplay búið. 5 á 5, Saga komin aftur inn á.
og fær hann strax, kemur hérna inn og reynir að halda áfram en það gengur ekki. Harpa er hérna að elta á eftir. Bagga grafinn hann inn í battan en jú, það er hún sem vinnur pökkinn út úr því. Einhvern veginn. Bryndís þarna, nei Brynja segi, reyna að vinna hann út. Saga kemur hann hérna upp. Spila honum inn og Kolla reynir að ná pökkunum að hann og Kolla kemst í gegn. Begga kemur hann upp á Hörpu. Harpa kemur hann áfram með Hilmu. Hilma setur hann djúpt. Berglind eltir á eftir. Aðeins mínúta eftir af leiknum. Kolla setur hann bara bak við sig og pakkar hann aftur reyndar inni. Flott þarna hjá Karinni. Vinnur hennan bak aftur inn. Kristína. Haldur henni með Teresa stífur hann með. Ylva. Reynir að koma hann hérna framhjá en það gengur ekki. Elisa. Heldur honum hérna áfram, kemur honum inn í svæðið. Kemur hérna niður á Láru. Lára setur hann bara fyrir framan. Reynir að halda áfram að það. Andrea fristir pökkinn. 19 sekúndur eftir. Á þessum leik. Og já, 5-1 fyrir Fjölni. Það er ekki tellilega líklegt að SR jafni. Karen setur hann niður á Sofíu. Sofía reynir að vinna hérna inn. Steinun reynir að halda pökkinn gangandi en SR-ingarnir vinna hann. Sofía ekki nóg hrull að ná í þennan og SR-ingarnir vinna hann út. Saga er þarna en það er ekki nægur tími eftir og það er skotið eftir flautu þarna. En Fjölniskonur vinna þennan leik 5-1. Mjög flott frammistaða hjá þeim og ég held að þeir hafa 1-1 eftir fyrstu mínútu. Þeir spýta svolítið í lófana í þeirri annarri og komu stöðunni upp í 4-1 og náðu síðan í 1 mark í þessum leikhluta. Þannig að bara mjög flottur leikur hjá Fjölnistelpum. Og já, SR-ingarnir spiluðu vel en Fjölnismenn skoruðu fleiri mörk þannig þeir vinna leikinn. En ég heiti Baldur og ég ætla bara að segja takk fyrir að horfa.